You have exactly 8 hours and 54 minutes to ponder the error of your ways. Questions? Yeah. Does Barry Manilow know that you raid his wardrobe? A brave, a beauty, a jock, a rebel, and a recluse. Can't believe this is really happening to me. Before this day is over, they'll break the rules. Can I hold this smoke? That's what it is. Bare their souls. I'm a nymphomaniac. Your parents aware of this? Take some chances. Being bad feels pretty good. And touch each other in a way they never dreamed possible. Why did you do that? Because I knew you wouldn't. The Breakfast Club. They only met once. I don't want to be alone anymore. You don't have to be. But it changed their lives forever. Emilio Estevez, Paul Gleason, Anthony Michael Hall, Judd Nelson, Molly Ringwald, and Ali Sheedy in a John Hughes film. Why are you so nice to me? Because you're letting me. The Breakfast Club. Þetta er lýsandi fyrir liðið mitt Breakfast Club. Ég lít persónulega sjálf mig sem Molly Ringwald, rauðhærgjalluna. En ég meina, jújú, ég veit ekki hvað hinir heita, en þau eru bort eitthvað af þeim. Liðið mitt samanstendur af frummælanda, Hjalta, meðmælanda, Sindra og stuðningsmanni Sunneva, hún heitir Sunneva. Hvað betur hverju frumaldi? Hjalta. Sjálfur heiti ég Jónivert og ég elska þetta lag. I do it for the ladies. I gotta keep it hood. What we got for them? Hey! What the fuck, yo? Love to play. I see you running. Fundarstjóri dómar andblandur góður gesti. Það fyrsta sem ég hugsaði eftir ég heyrði að þessi fallegi drengur og Baldvin væri mótið því að fólk fengi sér súrmjólk í hádeginu var hafa þessi menn heilt með súrmjólk í jarðaber, súrmjólk með karmelu, súrmjólk með seriósi, súrmjólk með naktri píu sem skál sem bíður eftir að sleikja þetta sitt af sér. Því væri það næs. Jarðaber súrmjólk borið fram á Sunnuðsverðis, 230 kall, tilboð í Marðarborg. En eftir að hafa róað með þessi niður og fatta að þessi menn eru orðnir senur útrásarvíkingar úr Garðabænum sem hafa örugglega alist upp við að fá humar í hádeginu og hvítlaugsmaðurinn þeirra undan kvöldin rann upp á með önnur gríma. Nú veit ég ekki hvað strákurinn finnst súrmjólk, en ég get ímynd mér að það finnst hún ekki mjög góð. En hlustu nú vel, það hvort súrmjólk sé góð, vond eða æskileg skiptir bara nákvæmlega engu máli. Vegna þess að umræðinni er ekki súrmjólk, en súrmjólk í hádeginu. Umræðinni snýst þannig hvort að fólk eigi að fá sér súrmjólk, hvort þeir eigi að borða hana, hvort við eigum að hafa val að fá okkur súrmjólk í hádeginu og þessir menn eru á móti. Súrmjólk er að mínum mati herramannsmat. Skerðilsneidd nýmjólk, fitusprengd og sýrð með mjólkur, sýrugerlum. Hún er holl, hún er góð, gefur hraustlegt útlit og er fyllt íslensku menningu í 10 ára. Og ég efast ekki að það sé til súrmjólk á flestöllum heiminum. En hvað ef við erum alveg saman súrmjólk í sjálfum sér, þar sem að persónulega fæ ég mjög sjálfsagt súrmjólk. Málið snýst hvort við eigum að hafa val að fá okkur súrmjólk. Þeir vilja ekki fá sér súrmjólk í hádeginu og það er þeirra réttur, sem er bara gott og blessað, en af hverju eru þeir á móti því að ég eða nokkurt okkar sem erum hér fái sér súrmjólk í hádeginu ef við viljum? Ætti það ekki að vera sjálfsagður réttur okkar að mega borða það sem við viljum þegar við viljum, ef það er ekki brjótan á réttindum annarra? Ef ég stala ekki þessari súrmjólk á ég þá bara ekki geta fengið mér hana þegar ég vill og þess vegna í hádeginu. Ég meina Jónevert, hann má borða chicken í öll mál mín vegna, eins og hann gerir. Ég vil hins vegar ekki fara chicken place, vegna þess að mér langar ekki að fá fuglaflensu, en það þýðir ekki að þið megið ekki fara, vegna þess að það væri óréttlátt. Það er einmitt það sem þessi menn sem sitja hérna við hliðina á mér vilja gera. Þeir eru á móti því að þið fáið ykkur súrmjólk í hádeginu. Þeir vilja ekki leyfa ykkur að velja það sem þið viljið borða í hádeginu. Þeir átta sig ekki á að við erum öll mismunandi. Sunneva vill eitt og Jónevert vill annað. Sindri vill bjór og Baldvin vill brísa. Ég vil súrmjólk en Kalli vill ekki súrmjólk. Þetta og ótrúlega fleira eru hlutir sem hver og eitt okkar getur bara dæmt fyrir sér sjálf. Og það á að vera sjálfsagður réttur okkar að þannig sé það. Einhverjir ríkistöðar á Garðabænum geta ekki bannað það. Þessir menn sem sitja hérna við hliðina okkar á þessu sviði eru bara vanir að allt snúist það sem þeir vilja.
En það er ekki þeim að kenna, svona þetta bara að búa í Garðabænum. Ég meina, hafið þið séð fólk í mötuneytið í Garðaskóla? Í gamla skólanum mínum var það svona kjöt í karrí sem voru bara svona hóvar af sjálfbæru hesti og sem sprulla einhverju karrísósu yfir. En ok, í Garðaskóla var það svona gourmet beglu sem Jói Fel bakaði með beikoni og einhverju síli. Ég skilji þannig alveg hvernig þetta liggur. Þeir þarna var aldrei kynstið þurft að grípa í súrmjólkina á mögrum tímum. Þeir hafa bara þátt Jói Fel til að elda ofan sig. Ég bið ykkur samt að vera ekki vond við strákan þó þið séu með svona Garðabæjar hroka út í súrmjólkinni. Það er bara aðeins að útskýra þetta fyrir þið. Það er réttur okkar að fá okkur það sem við viljum í hádegismat. Það er líka réttur okkar að framkvæma það sem við viljum svo lengi sem það brjóta ekki frelsi annað. Þegar þeir neita okkur að fá okkur súrmjólk í hádeginni, þá eru þeir að brjóta á okkar réttur. Annarkvort, þá skilja þær ekki þá einföldu hugsun að þó þeim finnist eitthvað, þá er ekkert endilega allir sammálið. Eða þá að þeir skilja það en eru bara alveg drullu saman. Það er annarkvort og ég vona svo sannarlega að það sé fyrir útskýringu. Svona þeirra verðum. Fundarstjóri, dómarar, andmælendur og góðu gestir. Súrmjólk er mjólkurárið. Súrmjólk er ný mjólk sem hefur gerusneið, fitusprengd og sýrð með mjólkursýrugerðum. Hverjum 100 grömmum af súrmjólk eru 3,4 grömm af prótínum en aðeins 3,9 grömm af fitu. Súrmjólk er neysluvara. Sumir neita hennar. Súrmjólk er ekkert svo vond en hún er heldur ekkert rosalega óvond. Hádegi er ákveðin tími dags. Hádegi dags að startinn á sér dag kl. 12:00. Þá er sólinn á hvirfilpunkti sínu. Í hádeginu tekur fólk sem frí á störfum, kannski í svona hálftíma. Þá fer fólk að stjá, vallar geði við aðra og fær sér að borða. Sumir fá sér súrmjólk. Það er bara mjög jákvætt. Hjalti er karlmaður. Hjalti er vinur minn. Við erum frjálshyggjumenn. Fólk getur fengið sér súrmjólk ef það vill fá sér súrmjólk. Hjalti er ljúfmenni og blíður stórkir. Hjalti reykir bæði á virkum dögum og helgum. Sunneva er kvenmaður. Sunneva er vinkona mín. Mér þykir vænt Sunnevu. Sunneva er frjálshyggjukona. Hún veit að fólk getur fengið sér súrmjólk ef fólk vill fá sér súrmjólk. Mamma og pabbi þekkja mamma og pappa súrmjólk. Það er rétt. Ég spilaði með Sunnevu spil. Senast einu lögum. Sindri er karlmaður. Sindri býr í Kópavogi. Stundum þegar ég er á bíl og hitti Sindra þá skuttla honum heim. Ég er ekki í Garðabæ. Kópavogur er í leiðinni. Sindri er frjálshyggjumaður. Sindri vill að fólk getur fengið sér súrmjólk. Jú, ef það vill fá sér súrmjólk. Ég og Sindri erum saman í fréttapjessa. Í fréttapjessa eru geðveikt töff gaurar. Í fréttapjessa er alltaf drama. Íslenska er tungumál. Íslenska er indóevrópskt, germanskt og vestur-norrænt tungumál sem er ekki talað og ritað á Íslandi. Við búum á Íslandi og tölum íslensku. Í gær var dagur íslenskrar tungu. Sumir leika sér með listasendur íslenskrar tungu, meðal annars Hjalti ræðumaður. Bjartmar Guðlaugsson gerði einu sér lag súrmjólk í hádegi og Seriós á kvöldi. Svo líka hægt að setja Seriós út í súrmjólkina. Að vera á móti einhverju þegar eitthvað er andspænis þér. Þetta getur gerst á hvaða tíma dags, meðal annars í hádeginu. Þegar ég neyti súrmjólkur, þá held ég á henni andspænis höfðinu á mér og fæ mér sopa á henni. Ef ég gerir þetta í hádeginu, þá er ég á móti súrmjólk í hádeginu. Ég get ekki neitt súrmjólkur ef hún er fyrir aftan mig eða við hliðina á mér vegna þess að munnvikinn er á framanverðum hluta líkamans. Hún verður að vera fyrir framan mig og jafnframt á móti mér. Það væri líka á móti henni. Kæru gestir, maður er alltaf að koma vel fram við fólk. Maður er alltaf að koma fram við aðra eins og maður vill að aðrir komi fram við sig. Það er ekkert sniðugt að gera lítið úr öðrum. Við erum öll hattaræðislega, við erum við sjálf, við eigum að vera við sjálf. Við gerum öll mistök og við höfum öll misjafnar skoðanir. Síðast þegar ég tók í ræðukeppni
var gert grín að mér og ég var rosalega sár. Það var mér sem Guði sem sagði að hann vildi fremja sjálfsmorð þegar ég færi að brosa. Af því að ég með teina. En ég ekki með teina, ég búinn að missa teinana. Hann vissi ekki að ég búinn að missa teinana. Það líka annar gaur sem var með sítt hár og var að gera grín að mér og lítið til kvennhilli minni. Og sagði að ég stæði alltaf á hliðarlínunni. Og samt þekki hann ekki neitt og hann veit ekkert mig og hann á ekki að segja þetta sem hann veit ekkert mig. Af því að það ekkert sniðugt. Af því að maður áherslu að koma vel fram við fólk. Og síðan fór hann að tala Babelsturnin. En samt vann ég og Baldvin. Undirstöri, dómarar, andvalendur og góði gestir. Af hverju lífið svona skrítið? Af hverju Baldvin svona ógeðslega leiðilegur? Ég veit það ekki. Ég veit bara, ég fengi súrmjólk í hádeginu. En á meðan ég gæti mér súrmjólk minni, sem var bæðið ekki svo súr, þá var maður að hugsa til ung stráks sem ég kynntist eins. Strákurinn hét Ngola. Ngola lítill strákur sem var að veiminum þegar ég var að ferðalagi í suðurhluta Kenía síðustu sumar. Ngola hafði ekki borðað í fleiri vikur og var nær dauða en lífið. Eftir allra lykki var ég með súrmjólk í bakpokanum. Klukkan sló 12 á hádegi. Ég rétti honum súrmjólkina og hann þambaði úr ferðinni eins og hann til lífið að leysa. Hann kvaddi mig síðan með tárum ég gekk undir sólsetið. Elskulegi fundastöri, ef Garðabæir fógetinn Baldvin Þormóðsson hefði verið á staðnum, hefði hann hrissað súrmjólkina af veselings Ngola, pissað upp í hann og klætt hann í vintage föt. Ngola hafði dáið. En þökk sem mér og súrmjólk í hádeginu lifir Ngola ánægilegu lífi. Hann gengur í skóla og þykir vikulegan matastyrk frá mjólkursamsölum. Eftir þessa ferð rann það upp fyrir mér að ást og súrmjólk haldast pínu í hendur. Ást á mannkyni og hvernig þetta vera á móti svo fallegum hlut. Síðastana viku eftir þetta umræðnar ákveðið hefur Ngola verið í hugsunum mín. Ég sakna hans. Ég samdi ljóð. Tugir kílómetra okkar á milli. Þó svo langt sé, þá hefur þú snert hjarta mitt. Hlátur þinn, rödd þín, yndislega brosið þitt. Styttir hvern einasta metra. Já, kæru gestir, hvern einasta metra. Sigurbjartur sagði hann væri liðstjóri. Morphys legend! Kjalli sagði að hann vildi að fólk geti fengið sér súrmjólk ef það vill. Af hverju ertu þá á móti? Kjalli karlmaður. Kjalli frjálshyggjumaður. Ég hef aldrei skutlað Kjalla heim. Stundum Kjarri með súrmjólk á móti sér þegar hann drekkur hana. Þá hann með súrmjólk. Kæru gestir, Baldvin kann ekki að elska. Baldvin kann ekki neitt. Hann veit ekki neitt. Ást og umhyggja, velferð og réttlæti ekki til í orðaforða fógetans. Hann fógetinn sem þekkir ekki muninn á réttu og röngu. Súrmjólk í hádeginu, súrmjólk núna, súrmjólk eftir, það skiptir ekki máli því ég svangur!